Hérna skrokkurinn kominn saman með öllum römmunum og servobökkum. Ég er búinn að setja F8 hérna framan á og annan kubbinn, en ég haf gert örlitlar breytingar á módelinu miðað við það sem að stendur í leiðbeiningunum. Það fyrsta sem frekar áberandi tókrókurinn hérna. Lykkjan fer hérna upp í, festist þegar að þetta rennur fyrir og losnar aftur þegar maður tókar þetta út. Þetta sem sagt tókrókurinn þarna í. Til þess að stýra honum þá setti ég hérna smávegis plaströr inn í og ég setti þennan bakka hér. Þessi bakki númeraður E8 og hluti af því að setja rafmagn í módelið. Hann ætti ekki að vera hérna ef þetta væri bara venjuleg svifluga, en ég ætla að setja servo hérna sem að togar í þennan vír og tekur fyrir tókrókinn. Að öðru leyti módelið eins og á teikningunni, nema náttúrulega að hér ég búinn að hola þennan kubb aðeins innan og hann límist hér á og formast síðan eftir og býr til nefið. Það næsta sem við þurfum að gera að athuga að þessi hluti hérna sé sléttur og síðan að líma svona balsa hérna á þannig að trefjarnar gangi þvert á. Þannig verður þetta sterkara. Nú ég búinn að pússa hérna og slitta og þetta orðið fínt. Ég líka búinn að gera gat hérna niður akkurat þar sem að stélkamburinn kemur, þannig að ég geti sett barka hérna niður í og hingað fram og hann semst gangi upp hér í stélkampinn og stélkamburinn passar nákvæmlega hérna á. Nú ætla ég að prófa
að stinga þessu röri í og láta það ganga hérna fram í. Leiðbeiningarnar segja að maður eigi að líma þetta í með epoxylími. En það er alveg nóg að nota bara svona. Næsta skref er að klæða hérna neðan. Hérna er þá skrokkurinn kominn saman. Búið að klæða hann hérna ofan, setja rörið í, aðeins byrjar að forma hann hérna framan svona mestu og botninn kominn í. Næsta skrefið væri núna að taka þessi horn hérna niður í meira rúna, en í leiðbeiningunum er manni bent á að nú sé rétti tíminn til þess að setja saman kúpuna. Þá þarf maður að koma þessu fyrir hér og síðan líma þessa plötu hérna framan á og þessa plötu hérna fyrir aftan. Þetta náttúrulega má ekki límast við skrokkinn, þannig að ég ætla að setja í kverkarna þar sem kemur lím svona glært límband hérna og hérna. Síðan á að fitta þetta hérna inn í hér og þetta snýr svona og skera þetta til þannig að það passi á skrokkinn.
Hérna er ég búinn að setja saman þessa grind fyrir kanópíuna og hún er greinilega föst við límbandi. Það er eins gott að ég setti límbandi, annars færi þetta aldrei úr aftur. En nú þarf þetta að koma hér inn í og límast fast. En til þess að sé alveg öruggt að það bögglist ekki eða hreyfist, þá ætla ég að líma svona úr afgangi smá balsabrú hérna yfir til að halda þessum tveim á sínum stað. Þetta er greinilega frekar stíft í og til þess að fá þetta til að leggjast betur þá er ég hugsa að klippa hérna brúnirnar af. Af því að það er halda á móti. Nú þarf þetta að leggjast að. Ég þarf að geta klemt þetta fast en þessi botn hérna, hann er fyrir mér. Nú er ég búinn að klippa hérna utanaf og ég notaði svona hvítan penna svona til þess að merkja hérna þar sem að eru merkingar utan á til þess að klippa eftir, þannig að nú fellur þetta bara hérna rétt ofan í. Og límið sem ég ætla að nota til þess að líma heitir Formula 560. Þetta er svokallar canopy glue eða plastlím, þess að líma glera á flugmódel og virkar alveg einstaklega vel. Það tekur alveg tíma að þarna. Á meðan þetta er að þarna, þá getum við tekið skrokkinn og byrjað að pússa hann til. Við skulum byrja hérna ofan á. Það þarf ekkert rosalega mikið að rúna hérna. En það kemur vængurinn hérna á, þá væri ljótt að hafa einhvern rúning hérna. Og svo kemur stélið hér, þannig að það er ekki hægt að rúna mikið hér. Það skulum taka bara svona léttan rúning hérna. Til að byrja með, þá tökum við svona púsikubb og rennum aðeins á þetta til þess að fá þetta til þess að fylgja skrokknum alveg. Þannig að ég standi hvergi út af. Og svo til þess að rúna örlítið hérna, þá tökum við aftur bara svona smá búta af sandpappír
og rennum á hérna. Það þarf að gera mikið meira á skrokkinum. Að vísu þurfum við að passa okkur hérna aftan til, en teikningin sýnir að það er tekin rúningur sem að svona hér þetta leyti hér, þar sem vængurinn er, þar nær hann alveg sentimetri inn á. Þannig að til þess að fá þennan rúning þá er ágætt að strika línu inn á skrokkin og síðan hefla með balsahefli. Hérna er ég búinn að taka bæði 5 og 10 mm og nú ætla ég bara að nota puttan til þess að setja þessa línu alla leið og báðar. Þá veit ég hvað rúningin má fara langt. Við þurfum að gera þetta á hliðinni líka. Þessar línur eru augljóslega bara til viðmiðunar. Við ætlum til dæmis ekki að fara svona langt hér aftan til. Við reynum að jafna þetta út hér aftur með. En það er ágætt að hafa einhver svona strik til þess að horfa eftir. Nú tökum við 45 gráðu halla, bæði höllum heflinum 45 gráður og snúum hann 45 gráður til þess að skera þetta. Hérna getum við séð að við erum byrjuð að skera af trekantlistanum sem er hérna fyrir innan, sem við límdum niður. Og þá erum við komin alveg ágætlega langt. Héðan í frá notum við sandpappír.
hérna, það sem er svona það sem að línan er semst sveigist svona inn á við, þá er voðalega erfitt að nota kubba, þannig að þá notum við bara sandpappírinn einan og sér. Tæknin hér er að taka frekar of lítið, vegna þess að það er alltaf takt að taka meira. Það er nefnilega, ef maður tekur of mikið, þá er svo erfitt að bæta því við aftur. Hérna sést munurinn á vinstri hliðinni hérna sem er rúnnuð og hægri hliðinni sem er ekki rúnnuð. Nú þarf ég bara að gera þessa hlið eins og þá verður módelið orðið fínt. Þá get ég farið að pússa með fínni pappír. Þá er skrokkurinn eiginlega tilbúinn undir tréverk. Ég er búinn að forma hérna þessa kanopíu hérna, pússa hana til og ég þurfti aðeins að fylla hérna upp í því að þetta bóknaði, þannig að hérna er smá fylling, en það gerir ekkert til, þetta er svo lítið að það hefur engin áhrif. Það sem ég þarf að gera núna er að pússa, og ég pússa létt bara yfir. Og hérna er ég með 150 pappír. Það væri allt í lagi þó að hann væri örlítið fínni, en ég átti bara ekki fínni þetta. Nema svo afskaplega fínan. Svo ég ætla að taka 150 yfir þetta og segja að skrokkurinn sé þá tilbúinn undir klæðningu.